Hæ, ég heiti Aron Ingi og ég horf á íslensku torfæruna. Herri, þá erum við komin hérna í bílskónu hjá Aron Inga Svansinni með Storm. Sæll og blessaður. Sæll. Hvað segirðu gott? Ég mjög góður. Hvað getur þú sagt okkur um bílinn? Sko, við erum með Patrol framhásingu, eða reyndar sérsmíða, við erum með köggulinn úr Patrol og Ingo á guttunum smíðaði rest fyrir mig. Við erum komið með þessa tvöföldu beygjur. Já. Og Dana 60 öxla bara. Reyndi að fara svona ódýr í liðina, maður tímir ekki þessu kúlu öxlum. Ég veist þessi nýskaðir dýr. Nákvæmlega. Svona er það hérna í Eyjum, maður tímir ekki neinum. Já, þetta er ítt að ferðast til lands og þegar. Já, Herjólfur. Já, en þú ert það duty free alltaf þegar þú kemur. Nákvæmlega. Það er svona, við vildum fara þess að leið frekar. En byrjum við svona aðeins, byrjum fyrst. Er þetta annað árið á bílum? Það þriðja? Annað árið. Og ég meina, þú smíðar ekki frá grunni? Nei, ég kaupi grindina frá Noregi. Frá Noregi? Já. Hver átti hennar bíl? Það veit ég ekki. Já, ok. Hann er mjög frægur. Já, hann er mjög frægur. Já. Það var 800 mótor hún í hann. En þú fær að vera lausa? Já, ég fæ hann vélalausan, bara grind. En þú varst hættur í keppni? Já. Seldir bílinn? Það er ekki til meðferð fyrir þessu. Nei, ok. Ekki nema að keyra? Nei. Það er ekki eðlunni? Já, það er svona, maður segir alltaf hættur en maður kitlar alltaf eitthvað í. Já, en það er það fræg skemmtileg íþrótt. Já. En fyrir ekki, þú varst að segja mér með hásinguna? Já, það er bara, já, þetta er Patrol köggullinn bara, allt hitt sérsmíðað. En bremsurnar hefur hérna, sýnda mig? Herðu, við erum með Toyota Corolla, sem sagt dælur. Já. Suzuki Jimmy bremsudiska. Allt sér valið það ekki? Jú. Já. Það er svona, og bremsukjálkan er komið samt úr ykkur öðru. Ég held að þeir komið Jimmy líka, við þurfum að smíða dælunan á það. Ok. Og síðan vorum við bara að leika okkur með boruðum diskuna og eitthvað. Þið gerðu það sjálfir? Já. En hérna, hefur það ekkert brotnað eða? Hæ? Ingo sagði mér þannig að bróðir hans hefði borað út hann kertan og svo hefði þið farið að brotna, þá hættu þið þessu. En það er ennþá borað hjá hann aftan. Það er ekki bara Ford-diskar eða? Nei, það er eitthvað racing dæmi sem ég keypti. Ég man ekki nafnið á því. Nei, ég reynda bara, ég boraði þetta fyrir síðustu keppni sko. Ég hef bara keyrt eina keppni með að bora sko. Já, ok. Annars var þetta bara slétt. Já. Varst það græða einhver kíló á þetta, eða grönn? Það kom kíló út úr þessu. Einhver 900 grömm eða eitthvað, tæp nánast kíló. Og 4 diskum? Já. Ok, það er slatti. Það er svona, það er alltaf sko. Það er ekki? Maður þarf að hugsa kílóin. Þeir eru alltaf að setja mig megrun en ég tek bara kíló. Hvað ég ætla að zooma? Nei. En hérna, fjöðrunarkjörðu hjá þér? Það er Profender, svona skástrygg Fox Kina Dot. Ha, býtu nú við? Já. Er það ný típa? Nei, þetta er bara Profender. Ég held að þetta sé bara svona ódýrari útgáfan af Fox. Já, ok. Er þetta með, hvernig sittur þú svona dempara? Eða kemur það bara standard? Nei, það þarf að finna einhvern snillík í það. Og þú hefur fundið hann? Já, ekki kem ég við þetta. Nei. Það er svona, nei, ég er með algjörða snillík í það. Ég kann ekkert á þetta. Já. Ég myndi ekki svona kunna að lesa bæklingin á þessu. Það er svona, ég læti þetta vera. Já, ok. Það er nú gott að þú hafi vitað því. Já. En hérna, er þetta bara verið bílum frá upphafi? Nei, við sittum með því. Já, frá því þú færið það? Já, þetta er búið að vera í hann. Já. Það var Þess að við erum með 12 tómu á framann og 14 tómu á aftan. Já, ok. Það er lengra aftan. Lengra fjöðrunarkjörði? Já. Er það þörf á því eða? Bara að passa á skrokkinn. Já. Þeir fá ekki höggin upp. Já, síðan erum við bara með orginal Patrol-hásíku aftan. Manstu orgerðina? 2007. I61 Patrol. Nó. Keyrðu 56.000. Þeir hafa tekið úr. Já. Ég reyði hann sjálfur. Já, ok. Það var brunabíll. Það hefur ekkert brotnað hjá þér hérna? Nei, við höfum ekki einu sem brotið orginal Patrol-öxunum. Það er allt orginal í hún? Já. Við bara breyttum hlutvöldunum og annars bara orginal. Og býtu nú við, hérna ertu með? Við erum með, sem sagt,
orginal Honda vaskassa, bara álkassa. Já. Og fyrir aftan hann erum við með nitrókútinn. Þú ert með nitro? Já, smá. Forðabúr fyrir vaskassan, forðabúr fyrir skiptinguna, forðabúr fyrir intercoolerinn, vassintercooler, bensíntankinn, kælirinn fyrir intercoolerinn og síðan erum við með rafgeymurinn hérna uppi. Við erum með bensínsíu, við erum með vakúmdælu, forðabúr fyrir bremsunar, fyrir vakúmið. Já. Og vassdælu hérna og svona alls konar slöngu kjaftar. Hvaða kælir hérna undir miðjum bílhjöðu? Þetta fyrir sjálfskeytinguna. Já, ok. Það er vel pakkað hjá þér. Já, þetta er svolítið pakkað. Það er hérna, má þið sjá vélina hjá þér? Já. Nú verður þú að fræða okkur aðeins. Þetta er að minnsta sem ég séð honi í húti. Hún er, þetta er 2.4 Honda mótor, Honda Accord mótor. Já. Bara standard? Nei. Ok, þetta er ekki bara svona kippur úr gamlum? Jú, þetta er bara Honda Accord. Já. Og við skiptum stangir, legur, stífari gorma og stimpla. Og síðan bara turbínu og nitro. En var ekki slífa líka, sagði það ekki? Jú, það er svona special mótorinn. Já, ok. Geymdur fyrir bara sérkeppnir. Ha? Geymdur fyrir sérkeppnir. Já, ok. Spari. Já. Og við erum bara með hérna alvöru Kínabínu. Nú? Já. Veit ekkert hvað þetta heitir einu sinni. Special made turbo? Já. Dong Ho? Og við erum með hérna er allt rafmagn og talvan frá Baldri. Baldur sér rafmagnið í þessu bíl. Já. Og með öndun á vélinni. Nitrókerfið. Sannsagt með eina spólu fyrir að lofttæma og eina spóluna fyrir vélina. Og Þetta er nitróið sér um? já. Síðan er forðabúr fyrir stýrið. Já. Og sjarvalegt stýristalla maður. Alvöru dæmi? Já. Ekkert annað myndi virka. Og það er eiginlega bara þannig, við erum með hérna olíu, svona dall, ef maður missir olíuþrýsting þá sprautar hann aftur inn á. Já, er það eitthvað sér smíðað eða? Nei, þetta er svona dallur keyptur bara. Síðan er bara segulrofi á því, sannsagt inn á olíu, inn á tölvu, ef maður missir olíuþrýsting þá nær hann að bjarga aðeins til þess að bíllinn er á kólfu eða eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. Og hefur þetta eitthvað bjargað þér? Ég pæli ekki í því. Nei, allar er búin að vera á kólfu nokkrum sinnum en pæli ekki í því sko. Nei, ok. Meðan hún fer í gang aftur þá er ég góður sko. Þetta bara virkar. Já. En hérna, nú ert þú með þú ert með loftsíðuna framan á vélinu. Já. Hvernig er það í eins og þessu rík, drullu og vatni? Sko, það er hlífðarplata sem kemur undir hann allan, lokar öllum á framan og lokar hérna líka. Já. Sannsagt, hann er frekar vel lokaður. Já. Ég hef lítið lent í það var eiginlega aðal á Egilsstöðum, það miklar ekki var. Já, nú sé. Og bara skiptu síu eftir hverja braut sko. Þú er ekki lent í einu vesund á því? Nei, ég slapp alveg. Heldur gott. En með hvernig það var þarna? Ókosturinn við að hafa síðuna þá ert að gleypa hitan frá öllu á það. Já. Það er ókosturinn. En þú ert með intercoolerinn vaskælda, sagði? Já, ég er með vaskældan intercooler. Það hlýtur að hjálpa mikið til? Já, það hjálpa til. Við nú við. Það er að marglaga bílinn. Já. Hérna erum við með vaskældan intercooler og það kemur bara hérna frá turbínu, kemur hér inn á intercoolerinn og inn á sógrinn og hérna erum við mælir fyrir að sjá hitastígi og svona það sem fyrir inn á vél. Já. Og hvað ert að fá mörg hestöfl út á svona mótor? Þessi mótor var mældur 659 minnum í bekk
á bara 30. Já, fyrir utan nýtur á það? Já, fyrir utan nýtur og með bilaðan Vitex-skinnuna og hann segir 100 hestöfl. Ok, og hvað ætti þá að fá út úr hann með öllu? Gott gískand að vera okkur, sko? Bara, ég myndi segja örugglega bara svona 700-800 hestöfl, sko. Sem þú ert að fá? Já. Er það þá semst miðað við á svinghjóli eða út í hjól? Út í svona, með nýtur og öllu þá líklegast út í hjól, sko. Já, ok. Það er rosalega gott. Þetta er svona mínus, plus, þú veist. Við skulum ekkert vera að gera lítið úr þessu? Nei, ég myndi segja svona 700-800 hestöfl. Já. Með, þú veist, allt inni. Já. Öll lætin inni. Já. En við erum með 904 skiptingu. Hvað þýðir það? Það er bara skipting úr Grand Cherokee, gömlum, 95 eða eitthvað, 80 og eitthvað. Bara standard? Nei, ekki standard til það. Sanns að það er búið að setja alltaf sverast inn í hana. Já, er það sem er hérna hún í? Já, hún fór í bara í gær. Já. Og hún er sett hann upp og búið að styrkja hana þannig að ég á að geta keyrt fyrsta, annan og þriðja gír. Og get nota annan gírin bara með gas og öllu á þess að setja í það í fyrsta. Ok, það er þetta hjálpa þér tímavörðum, eða ekki? Jú, ef ég ræði það. Já. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. Það sem gerðist á Akureyri síðast, þá er þessar tennur eiga að liggja saman og þegar ég bombi barðið þá nær hann að brjóta. Í hvað brjóta það? Ekki þriðju. Þá brýtur hann sætið fyrir legu. Var það í tímavörðinni? Nei, þriðju. Þriðja tímavörðin? Já, það var að fjórðu hana upp. Já. Þeir áttu að fara upp hana og hann snar stoppaði brekkunni. Hann braut sætið á legusæti og þessi lyftist aðeins upp og hann skrallaði þessar tennunar. Og það verður ekki gert aftur. Þetta er alvöru. Það er svona... Fullorðins, eins og einhver segir. Já, við bara sögum þetta saman, þá nær hann ekki að lyfta sér upp úr þessu. En skilur það ekki annað að vera í staðinn? Það kemur í ljós. Já. Þá styrkjum við það. En það er eitthvað, þú fær ekki að skoða það næstinu, það? Þú sagði mér það að þú ætlaði ekkert fyrir Akureyrar? Ég fer ekki Akureyri. Hvaða... Ok, ég ætla ekki að segja mér. Jú, hvaða ansvöld leiðindir eru það? Bíllinn til leigu á Akureyri viljið. Hann er tilbúinn, en ég fer ekki. Ég fór í sumar á Akureyri og mist svolítið mikið bull að fara tvisvar. Þau getur bara haldið 2 daga keppni. Já, ok. En ég skil ástandið og ég tími ekki núna. Ok. Planið er að fara í Hafnarfjörð. Þú ætlar sem þú ert ekki hættir úr sumar? Ég fer í Hafnarfjörð. Ok. Gott að heyra það. Já. Mér langar að prófa nýtt svæði og svona. Heldur það verði keppni að Hafnarfirði? Ég vona það. Annars er þetta búið. Annars er það búið, ok. Já, okay. það. Og næst árið þá? Já, þú ert ekki búinn að gefa það út og ætlar að hætta aftur. Já, nei, Leiðilega spurningar. Sko, hætta og ekki hætta, þú veist, það stýttist á því að maður ekki pásu. Og þá leyfir maður bara aðstofaliðinu að nota þetta og ef það er einhver annar sem vil þess vegna leigja hann og fá að prófa svona, þá er það alveg til hugsunar, sko. Jæja. Þetta er dót sem maður nota, ekki geyma. Já, ég hef heyrt það sagt. Þetta er bara dauður hlutur, það er hægt að laga þetta. Það er svolítið gott víraverkið á hann hjá þér. Það er rörabúra virkið. Já. Þetta er svolítið munur að fara á einsætabíl frá 2-sætabíl. Já, eins og þú varst á hérna... Ég sem sagt átti Stormin, nei... Þú átt hann líka? Já, hann líka. Sem sagt Zombie sem er á rollan í dag. Já. Og ég fann rosa mun að færa mig yfir í sem sagt einsætabíl. Miklu meira útsýni. Já. Og maður nær sem sagt að einbeita sig betur eins og með hliðinu og svona. Þess að maður sér almennilega báðu megin núna. Ef þú ert að 2-sætabíl þá sér það eiginlega bara fram bretti. Já. En núna sé ég svona að bæðið framdækin. Þannig að þú hefur einhver afsökun fyrir að þú keyrir á dekk? Nei. Eða hlið sem Eða hlið. Nei, það er mjög gaman að taka það með, sko. Ég reynir bara að hafa gaman að þessu. Já. Þetta er aðalega svona ferðalagi líka bara með hópnum.
Jú, það kemur keppnisskap í mann eða gengur vel, sko. Já. En þá hefur þetta komið ómikið keppnisskap og klúðra eða eitthvað, sko. Þú gekk nú vel eins og Akranes í fyrra. Já. Þú endaði hvað, 3.? 3. þar. Já. Og... Er það besti árangur þinn eða? Já, eiginlega, svona á þessu bíl, sko. En á gamla? Það var allt í ykkur rugli. Ok, þess að þetta er besti overall bara alveg. En maður tók sjóið. Já, ok. Maður svona rústaði bílnum bara fyrir sjóið þegar maður vissi að maður verið búinn að kúka upp bak, sko. Jæja. Og ég muni glæst að gera það áfram, sko. Skiptir einhver máli hvaða bíl ég er á, sko. Nei. En... Sko... Ég veit ekki hvað maður getur sagt meira, sko. Hefur þú lent í vandamál með veltibúrið? Já. Hvað hefur komið fyrir? Ég er búinn að beygja það 3 svar. 3 svar? Já. Býtu nú við? Sannsagt, það verður ekki gert aftur. Sannsagt, ég ætla að bæta við stöng, sannsagt tíðan Já. og upp. Og þegar þessi hérna aðalbóginn, hann hefur verið að fara niður. Já. Það er samt mjög lítið, en ég tók á Egilsstöðum mikið. Fyrsta árið. Er það ekki nú, Út af því að hún er bara ein stök hérna, þú veist, það er enginn sem, þú veist, það er svo einfalt fyrir hann að bogna hérna. Já. Og ég ætla að taka sér svo núna hérðan og upp, og þá mun hann ekki gera það. Já. Annars, allt annað hefur verið gott, sko. En hefur þetta skiptað um? Já, við þurfum að skipta á keppninni. Á Egilsstöðum. Það var tekið þetta að keppni, við gerðum bara nóttina. Já, hvenær var þetta? Fyrra? Já. Það var ekki núna? Nei, hitt fyrra. Hitti fyrra? Já. Sannsagt fyrsta árið. Fyrsta árið. Og varstu með þér? Nei, ég fekk lánað rör frá Ása. Já. En ég er með rör núna með mér. Já, ok. Nokkur. Ekki beigð tilbúin, er það? Jú. Nú höfðu bara með búrið tilbúið? Já. Það er mikið lagt á sig. Já, við vorum með 1 rör tilbúið og annars ætla ég bara að klára það hérna, þá eigum við ekki að lenda í þessu. Nei. Þá er komið styrkur í þetta. Því að það er nóga mikið rörum í honum. Hann hefur alveg verið til friðs með það að gera, sko. Já, ok. En ég hef ekkert lent í neinu alvarlega, sko. Eina stökkið á hellu. Já. Þá var ég ekki með þessa hérna. Þá var þetta bara beint á rörið. Já. Og rörið kramdist. Já. Það er svona... Settur styrkingan eftir þetta? Já, þá lögum við rörið og settum styrkingar þarna. Þá... Hefur hann haldið sér síðan? Já, við beigum stífu bara á Egilsstöðum síðast. Ekki stífu á vasan. Já. Sannsagt, fyrstu braut þá fór hann, já, á golf. Já. Og lenti svolítið á öðru framdekki. Já. Og við förum í pitinn og bara förum yfir þetta. Og það fer alveg fram hjá okkur að boltinn var hérna. En við pældum ekkert í því að hann vantaði að róna móti út af að hann var búinn að klippa bolta. Já, ok. Það lá bara inn í fóðringunni og við fórum í tímabraut næst. Og leið að við stökkum út í vatnið, þá fer stífan undir bílinn. Var það núna? Já, núna. Og hann fram á sig ekki skekkist. Þess vegna stoppar hann strax eftir bollin og er eiginlega fastur. Já. En aðeins meira nýttu og fór hann áfram. Það er ekkert hægt? Nei, að klára tímabraut. Já. Hún refsa mest. Jú, þú kláraðir? Já, ég kláraði. En við það brautum við framskaftið, stífuna og... Vissirðu hvað kom fyrir þegar þú stoppaðir? Nei. Þú bara alltaf að halda áfram? Ég ætla bara að klára brautum. Já, nákvæmlega. Það var aðalatriðið. Það er alltaf að laga þetta. Þú varst búinn að segja þannig hvað? Já. Þið hafið verið þræl duglegir í því? Bara með geggjað lið. Já. Það er eiginlega bara svoleiðis. Ok. Þetta er ekki fræðilegur án gott lið, sko. Og þetta er bara mikil breyting, sko. Liðið sem ég er með núna, þetta er bara, það er ekki að finna betra lið. Sannst fyrir mig. Já. Það er bara að hugsa rosalega vel bílinn og passa sig að öllu. Og mér er eiginlega hendi burtu á keppnum. Og er það einhverju reynslu eða? Nei, þeir vilja bara að ég fylgist með keppninni, fylgist með hvernig brautarnar breytast. Já. Og allt svoleiðis meðan þeir gera við. Ég á ekki að þurfa að hafa áhyggjur á bílnum. Bílinn er bara tilbúinn. Já, ok. Ég á bara að fylgjast með, þú veist. Ef það er einhver braut sem er erfið og það er búið að spóla í henni og breytinni, þá vilja þeir að ég sé búinn að fylgjast með því. Þú hafðir ekki afsökun lengur? Nei. Já. Það er heldur gott. Ég er líka tekinn á teppið þegar að ég ger eitthvað vitlaust, sko. Já. En ég er mér alveg yndislegt lið. Og sem ég treysti bara fullkomlega fyrir bílnum. En hérna, hvenær var það sem þú steiktir mótorinn hjá þér? Var í fyrra eða? Ég er búinn með 2 mótora. Ég er búinn að stimpla einn út Já. á Akureyri. Þá
var ég með stóra mótorinn með dark slífum og stöngum sem endaði svona. Þetta kannski ekki alveg rétta leiðin sem maður á að fara með vélarnar, en við smíðum bara annan. Þegar þú segir stóra mótorinn, hvað er það öðru síðan þessi? Ég tel það stóra mótorinn þegar búið að fræsa blokkinu og setja dark slífunar. Já, það er sami lítrafjöldi. Já, en það er bara, hann býður mér upp á miklu meiri blástur. Já. Ertu með þetta núna svona? Nei, hann fyrir í fljótlega. Ertu með annan mótor sem þú gerir? Já. Já. Þess vegna... Verður það fyrir hann í fyrir Hafnarfjörð? Nei. Nei, þú sagði, já. Fljótlega, þú veist, það telst með árum kannski. Já, ok. Nei, hann með þess að sitja bara ennþá út í fólkspilum, sko. Já, hann er bara í geymslu. Já. Aðlugun. Já. Þess vegna ég bara safnaði með dótinu. Já. Og hann verður smíðaður vonandi að setja hann í fyrir næsta sísón. Já. Annars er þessi bara heldur góð, sko. Hann er að virka fyrir þig? Já, hann skilur öllu. Ég þarf ekkert meiri blástur, sko. Nei. Ef að sjá hans inn í bílinn hjá þér? Já. Já, það er eitthvað lítið að sjá þegar ég er ennþá að púsla þessu saman. Það er ekkert sæti í honum? Nei. Þú kannski getur sagt okkur að það var eitthvað svona mælaborð í það þér. Já. Það er eitthvað sem ég hef verið að spyrja það um. Sko, það sést eitthvað fyrir drullu. Hér eru menn alltaf duglegir að þrífa sig. Já. Þannig að við erum með hitamælir á skiptingu. Það er fyrsti mælirinn. Já, það er hérna. Og hérna, síðan erum við með PSI-mælir, þrýstimælir, olíuþrýstimælir á vél. Já. Við erum með voltmælir, svona rafmagnsmælir. Já. Og síðan hitinn á vél. Þetta virkar alltaf ekki? Ég pæli lítið í því, sko. Já, ok, þú ert eins og hinnir. Það sett í gang? Já. Og ef það er stór reykur eða eitthvað, þá kíkir eitthvað? Já, ég fylgist með þess að hitamælinum út af því að hann þarf að vera komin í vist áður fyrir braut. Þetta hita, að malla áður nú ferð? Sko, ég veit ekki hvað þetta telst kostur eða ókostur. Ég þarf helst að kveikja bílnum þegar það eru 4 bílar undan mér í keppni. Það náðu keppnisýta? Fyrir að ná honum upp í 40 gráður. Ef þú nærði ekki, hvað þá? Þá er hann ennþá á seiðmót fyrir að venda vélina. Þá get ég ekki skotið inn nitrónu og ekki fullt búst. Ok. Sanns að flestir bílarnir fara bara af stað strax út af þeir eru að keppast við að ofitningi. Já. En ég er að keppast við að fá hann til að hérna. En af hverju er þetta haft inni? Fyrir að venda vélina, fyrir að sé allt orðið heitt og það tilbúið í allt gasið og tilbúið í hvellin. Já. Þetta er eitthvað sem bara Baldur fekk að ráða og mér langaði ekkert í þetta. Þetta er í tölvunni hjá honum bara? Já, mér langaði ekkert í þetta. Mér langaði bara að geta farið á stað, sko. Já. En þetta er góð vörn. Maður þarf að stundum að hafa heilan til staðar. En skiptirinn hjá þér, nú erum við búin að heyra að tala um... Þetta er eitthvað svaka skipti, maður. Kjartan og Ingo redduðu með þessu. Þess að þetta var eina vitið. Jæja. En hann tekur samt 1/4 pláss inn í bílnum. Þú sér restina? Já, ég sé rest, sko. En þetta er mjög þægilegu skiptir. Og hérna, það er þess að þessi rofi í honum fyrir að geta bara kveikt á honum í parki og... Getur restan í gír líka eða? Nei, ég er ekki með svona svindltaka. Nei, ok. Það er svona... En nú sögðu mér nokkri hafa talað um það að þeir geta rekið á í bakk. Já, já. Er það ekkert? Nei, það er ekkert mál. Sanns að það er hægt að skipta þessu plötum út. Þú getur keypt mismunandi plötur. Sanns að maður keyrir oftast í fyrsta bara. Já. Og ef það lendir í því að þurfa, þá getur þú stóla bombánu, þá stoppar hann. Þá getur þú bara bombánu með þurfa. Já. Ertu eitthvað að gera þetta? Hefur eitthvað gert þegar þú þurft að þessu anda? Nei, oftast fer ég svo hratt í barðið að ég fer bara hringinn. Já. Að ég hef ekkert haft tækifæri að nota bakkið. Þetta er mjög gott svar. Ég er ánægður með svona svar. Þú veist, það hefur eiginlega oftast komið þannig fyrir að ég fer oftast bara hringinn eða upp á. Já. Ég hef ekki þurft að nota bakkinu í þetta. Nei, það er heldur gott, því að það þarf ekki að taka sénsinn á því að brjóta allt. Ég er með svolítið þungan hægri fót, sko. Já. Og mér finnst bara frekar gaman að því annarkvort að fara upp á eða velta, sko. Ok. Það er svolítið svona, ég veit það ekki, ég hef haft á hausnum og maður langar að velta einu svona í keppni, eða þú veist í hverju keppni. Fyrir að fá adrenalínu inn, sko. Maður er orðinn það veikur að maður vill helst velta þessu, sko, fyrir að halda adrenalínu. Já, að fá kikki, sko. Já, þetta er geðlega eins og vorum að tala um áðan. Já, sko, þau eru búin. Já.
Þetta er náttúrulega ákveðin geðlur. Já, en ég keyri hann frekar mikið hérna upp á hraunni. Við förum svolítið upp á hraunni hérna og leika okkur. Já, eða það sem þú keppti í Toffaran eins og því. Já, og við erum búin að leika okkur ansi mikið það sko. En stendur ekki til að koma að keppa aftur hérna? Ég veit það ekki. Það svæði orðið frekar sko. Það þarf að vinna í sveðinu. Jú, það er hægt. Jú, það er hægt. Ég get alveg sagt það bara hér og nú. Það er alveg hægt. Og það er fólk hérna í eigin sem tilbúið að gera allt til að fá keppnina. En hvað, af hverju er þetta ekki? Vantar klúbbinn til að ráðast í það. Klúbbinn á staðnum? Já. Er þessart Toffaran-klúbbur hérna? Nei, það vantar klúbbinn til að ráðast í það. Já. Það er allir að eiginu til að hjálpa til. Já. Þú veist, ég var búinn að redda tækjum og fólki til að hjálpa og allt. En klúbburinn á Suðurlandi, getur hann ekki? Það var átt að reyna það. Já. En ég held að fór á bið, en ég vonaði pæla eitthvað í það næsta ári. Já, ég vonaði það líka, þetta er bara Og það skemmtilega er alveg geggjað sko, stutt fyrir mig að fara að gera við. Já, stutt í allt. Já, en þetta er gaman að þessu sko. En við höfum verið svolítið upp á hraun að leika okkur hérna. Og fórum akkurat með Insane, svona pappi fór með og hann var að keyra sinn. Svo við stoppa aðeins. Þú gleymdir einu hérna. Já. Það er það bremsuljósjöður, mælaborinu. Já, þetta er af einhverju, ég held að þetta sé af einhverju Scania eða eitthvað. Bremsuljós á gömlum bíl. Hvað ertu að gera með það? Ef maður missir olíuþrýsting þá fæ ég ljós á mig. Það er að segja mér að drepa á eða ef olíuþrýstingur fer. Og svo ef þú ert að horfa þarna? Þetta fer ekki fram með mér. Þetta er sterkt ljós. Það er svona það lýsist allt inn í bílnum bara rautt sko. Já. Það er svona fór vélinn síðan sko. Ég hlusta ekkert mikið á ljósið sko. Nei, já, meinar. Þú ætlaði að klára? Já, þetta er bara 1/4 eftir. Já, ekki nema. Það var bara beint upp. Já. Það fór bara 500.000? Ég fór upp. Var það ekki 500.000? Jú, en ég fór upp. Já, ok. Höldum okkur við það. Já. Höldum okkur við það. Fórum á björturöðina sko. Já. Ég fór upp allavega. En hann stimplaði sig út þá. Hann var búinn að blikka ljósun eitthvað tvisvar á mig en það var önnur ástæða fyrir því. Nú? Já. Það er því að við setjum Type R dælu í hann. Já. En með orginal pönnuna. Já. Og ekkert mál, þetta fer saman, en við tókum ekki eftir því að Type R dælan er þessum hálfu sentimetri síðari. Já. En hann rakst ekkert neitt í og fór bara fullkomlega saman. Já. En það var bara 2 mm frá pönnu í dælu. Þannig að hann fekk ekki olíu? Hann svelti. Já. Þess vegna var afleiðingan að hann kom svona stundum með ljósið. Já. Og ég held að væri bara út af því að hann var að halla bíllinn og eitthvað svona. Já. En hann var ekki það. Hann var að segja að hann var að svelta. Það er svona, maður lærir sko eftir á sko. Það er heldur gott að geta gert það. Já. Það er svona, maður hefur alveg, ég er búinn að fara í gegnum ýmislegt með svona mótor sko. Já. En þetta er byrjað að haldast í lagi. Við smíðum bara stærri olíubönnu. Sannsagt orginal er bara 4,7 lítrar á vélinni. Já. Ég held að við komum 7,8 lítrar núna. Nú. Með sannsagt dallinum sem Já. geymir. Þess að við stækkum olíubönnuna og sikkum hana. En þú varst að segja með Insane og pappaðinn? Já, við fórum upp á hraun og hann fekk að prófa sannsagt storminn í fyrsta skipti. Ég held að það var ekki komið sko mínúta, þá tvíhjóla hann honum. Nú! Og efst upp í brekkunni, þá næst ég búinn að rúlla hann niður alla brekkuna. Já. Og það er bara dýri hjá mér og með þessar ofurbeygir, ég er bókstaflega með 1/4 þá er guðin bótt. Já, ok. Það er engin Hann var reyning. ekkert að kveikja perun með það. Já. Hann er með þannig 1,5 hring. Já. Hann fer upp alveg í botn og beygir. Við sjáum hann bara undirvagnin á bílnum. Og hann, ok, hann rétt slapp, en hann kom bara niður og fór út úr bílnum. Fór bara yfir á sinn aftur. Og hann, þetta er bara máttlaust. En næst ég búinn að rúlla hann um brekkunni. Jæja. En hann hérna, ég sá það á, hvað var það, á Akureyri sem hann kom. Hann er komin í sama lit og þú. Já, þú veist, hann reyði því ekkert sko. Það sagði mér aðstofmaður hjá þér að þið hefði brátt svo mikið lakk. Já, við eignumst eitthvað 20 lítra tunna að þessu eða eitthvað. Já, ok. Þetta er bara, við breyttum bílnum Insane í vetur. Nú, hvað, eigum við eitthvað að ræða það núna? Nei. Jú. Það var bara breytt öllu nánast. Vissi hann að því? Já, en hann fekk ekki að skýrta sig að því. Nú. Hann sagðist eiginlega vera hættur sko. Já. En hann fekk að borga hlutina í hann, en við lögum hann. Rosalega þið góðið kallið. Já. En bíllinn er allt annað í dag og ég held að það sé að byrja aðeins að kýtla í hann aftur og fara að keyra. Jæja, ætlar hann að vera með á Akureyri, veistu það? Nei.
Ekki svoleiðis. Nei, ég er búinn að fara Akureyri. Já, þeir eru með það fast á hausnum að bara einu svona ári. Já, það er dýrt. Allavega það er mun dýrara fyrir mig að keyra og fara í Herjólf og með allan pakkan sko. Jú. Og síðan gisting fyrir liðið og eitthvað. Það er nóg að gera einu sinni. Já, það er satt. Svo ætlaði ég ekki að fara, ég ætlaði ekki að gera við hann. Nei. Það var bara einhver sem hringdi mig og spurði hvort að gera viðtal og ég gæti ekki hleypt hann inn í skúrinn eins og þetta var. Bara svona til því, það var ekkert að þakka. En svo við síðustu 2 daga fór ég það að klára hann. Nú. Og þetta kýtlar í mann að fara að Akureyri. Já. Ef það er eitthvað til í að skuldla hann fyrir maður að Akureyri, þá skal ég fara. Já, þú getur skett hann í skottið á mér. Ég bara spót á millið það. Í skottið bara? Á bensónum? Já, elsku kallinn. Það er lítið sko. Þú ert að tala hvað þú lítur á léttu? Já, þannig að lítið til léttur en þú bara lítið bens. Nei, þetta er mjög skemmtilegt sport. Já, nú er bara að vera að auglýsa þá, ef þú farið einhvern til að skutla fyrir þig. Ætlar það að mæta? Ég þarf að ræða við yfirvaldi fyrst. Nei, komdu með yfirlýsingar. Nei, ég kem ekki. Ha? Kem ekki. Ég skal lána bílinn. Já, þú ert búinn að segja það. Ég skal lána. En ef einhver tilbúinn að skutla þig, þá ætlar að mæta. Rædda með gistingu á leiðinni. Já, bara í kóginn á bílum sem flytur hann. Já, þess vegna. Já. Eða pláss fyrir 8. Þá heyrið það, ef þið eru með flutning fyrir Aron og leitt hann að sofa í kóginn á örubílum sem flytur hann, þá er hann að koma. Það er bara staðfest. Herðu, ég þakka þér kærlega fyrir að hleypa okkur inn og gaman að fá að sjá þig hjá þér. Bara takka þess að fyrir að koma. Já, og hlakka til að sjá þig þá í Hafnarfirði jafnvel á Akureyri einhverju góður. Nei, ég er ekki að fara á Akureyri. Ég klippið út. Herðu, takk fyrir. Takk fyrir. Bye. Ég heiti Aron Ingi, þú ert að horfa á Íslensku torfæruna.